Sæl Elvar. Sæl og bless. Það er blíðan hérna, eða ekki? Háa helvíts rök. Þú ert búin að eiga, eða þið fjölskyldan, búin að eiga gott ár. Er það ekki? Já, eða fínan svona vetur. Já. Þetta orðið svo mikið að vera á veturnar. Mörg mót og reiðhallasýningar. Ofsalega líflegt og skemmtilegt. Já. Þú hefur svona verið kannski hvað fljótastur af mönnum hér, er það ekki? Í skeiði? Já. Ég vel settur með skeiðhesta. Ég með fína hesta. Einn brúnan sem ég svona gera mér svolítið vonir með frá Halldórsstöðum. Já. Hann setti nú met bara helgina, eða ekki? Hann sló metið í topprætirhöllinni á Akureyri. Já. Það svo sem ekkert, 4,93, það er ágætt. Já. Við þessar aðstæður. Hver svona munurinn að þjálfa og vera með skeiðhest til keppni og svona hringvallahesta? Þetta er nú svo sem sami grunnur sem maður vinnur að, sko. Þú þarft að hafa það á mjúka í liðunum og boða í beisli og svo er hann bara að halda þeim glöðum og á það ekki við alla hesta. Ég held það. Og síðan var meistaradeildin og meistaradeildin fyrir sunnan. Þú ert nú eiginlega svona, hvað segja, svona tókst aðeins þátt í því. Svona óbeint. Við áttum í fínu sambandi við Úlil og Berg og ég lánaði þeim skeiðhest og þau lánuðu með slagtaum og töltara sem var bara ofsalega gaman. Og þetta gefur svo mikið, sko, að skiptast á hestum og hjálpa hvort öðru og segja hvort öðru til og þetta er allt svo mikill skóli og bara gaman og styrkir vináttuna. Og það var nú svona smá rígur milli liða í KS-deildinni í upphafi, en síðan tókuðu nú ykkur til og lánuðu ykkur öðrum, eða ekki? Jú. Ég held að rígurinn hafi nú meira verið í fjölmiðlum heldur en og var náttúrulega fyrst og fremst bara grín, sko. Já. Og það var bara mjög gaman, sko. Það var bara mjög gaman. Nei, við Bjarni höfum lánað hvor öðrum hesta í gegnum árin. Höldum því vonandi áfram. Já. Hvernig finnst þið KS-deildin og bara, hestamennska vera að þróast þetta fyrir Norðan? Er þetta alltaf upplið? Jú, og við tókum nú nýtt skref núna sem er mjög okkur til frama, myndi ég halda, að á næsta ári verður keppt í gæðingafimmi og básaskeiði. Og gæðingafimmi náttúrulega klárlega gerur okkur bara að betri reiðmönnum og svo fáum við menn fleiri í skeiðgreinarnar og í skeiðið og það er náttúrulega sem hefur vantað svolítið hér, að það vantar fleiri hesta til að keppa við. Já, vantar meiri samkeppni svona þeirra. Já, og þetta er bara gaman og þegar menn fara aðeins að vinna í þessu stúdera og eiga hesta í básaskeið þá er þetta bara ofsalega gaman, sko. Er þetta meira kikk svona? Þetta er alveg verulegt kikk. Starta og hleypa fram og taka niður og þú ert bara að keppa við tímann, sko. Þú ert ekkert að vonast eftir 7 en færð 6, sko, eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara þú, hesturinn og tíminn, sko. Og finnur það, er hesturinn með þér í þessari keppni? Er hann að taka þátt í þessu? Já, algjörlega, sko. Og þeir vita alveg hvað stendur til, sko. Sem er náttúrulega ekki síst gaman, sko. Núna hefur verið svona kannski aðeins breytingar, svona finnum að meðal fólks að það er verið að kalla á betri reiðmennsku almennt og svona hestamennsku. Hefur þú fundið fyrir því? Já, alveg klárlega og þetta er alveg
ofsalega gott skref og eins gott skref hjá félagi tamningamanna að koma með þessa FT-fjöður sem að stuðlar að léttu leikandi, flottu sambandi milli knapa og hess og allt þetta, líka nýji leiðarinn í íþróttadómareglunum, þetta stuðlar allt að betri reiðmennsku. Og það eins í gæðingakeppninni. Þetta eru farnar að vera meiri áherslu á flottar sýningar og flott samspil knapa og hess. Og núna líka þetta fylgist að svolítið, að þetta var til sölu líka? Já, það náttúrulega klárt mál að það miklu auðveldara að selja hest sem vel taminn og þjálfaður og mjúkur í hliðum og besli heldur en hest sem stirður og stífur og nánast þú krossar þig ef að einhver prófar. Já. Kemst hann fram og tilbaka eða... Þú eru að signa þig bara. Já, nákvæmlega. Það alveg, þetta okkur öllum bara til framdráttar og betri söluvara. Hvernig hefur salan verið í vetur? Það hefur svo sem ekki verið kannski mjög mikil sala í vetur en það var fínt síðastliðið haust. Og mér finnst núna eins og að sé að glæðast svolítið. Það verið að spurja og menn aðeins að koma og skoða en það nú bara gegnumgangandi að þegar hesturinn orðinn góður að þá selst það. Góður hestur selst alltaf? Jú, alltaf. En þú hefur verið að fylgjast eitthvað með stóðurstafveislum og sýningum og svona. Hvaða hestar finnst þér vera heitastir í dag að þínum mati? Hvað ert þú mest hrifinn af því sem þú hefur séð? Þetta náttúrulega orðin svo svakaleg flóra af góðum hestum og kannski ósanngjarnt að vera að tína út einhver einstaka hesta. Ég rosalega hrifinn af Arjón. Töltið í honum og mýktin frábær. Svo Nökkvi frá Syðra-Skörðugili, hann heillar mig alveg rosalega. Mikið fas, fótaburður og mikið rými. Og þarf engar tengingar eða neitt til að búa það til. Við sáum núna hérna á Akureyri Óm frá Kvistum, ofsalega góður. Leikandi, léttur og flottur hestur. Dansandi alveg undir knapa sínum. Þetta eru orðnir svo ofsalega margir hestar og þeir eins og maður sá nú bara í nýjustu bókinni sko. Þetta eru endalausir hestar með margar nýjur og nýjur fimmur og þannig að það nóg til að græða hestum. Þið eru mikið í ræktum, það fyllist ekkert vonleysi að sjá svona mikið af góðum hestum. Fyllist maður ekki bara... Valkvíða? Já, valkvíða. Ég held að það sé helst það. Já. Þetta orðið erfiðar að skara fram úr í dag, heldur var það ekki? Þetta náttúrulega bara orðið svo margir góðir reiðmenn og margir góðir hestar og það bara orðið jöfn keppni og dagsformið skilur á milli. Hvað mesta vonarstjarnan hjá þér hérna í húsinu fyrir komandi vor og landsmót? Ég tók ná þann pólinn núna í haust að ég nú eingöngu með hross frá sjálfum mér inni og það hafa nú bara sprottið upp fínir geldingar og hrissur núna sem hafa setið á hakanum síðustu ár. Ég svo sem ekkert með margt sem ég stefni með á landsmót. Nei. En vonandi kannski gæðingum eitthvað og vonandi stelpurnar og lingaflokki. En annars ég með fína skeiðhesta og ég með ágætis B-flokkshest en svo það nú ekkert meira núna sko. Gaman að koma og spjalla við þig og kíkja á hestana þína, Elvar, og bara gangi þið vel í vor og sumar. Takk fyrir spjallið. Já, þakka þér fyrir það.